Skömm og þögn eru nátengd fyrirbæri. Það segja þær Ellen Bass og Laura Davies og byggja á reynslu sinni af því að hlusta á þolendur kynferðislegs ofbeldis. Bass og Davies segja skammartilfinninguna fyrst og fremst vanmetakennd, sem haldi fólki föstu í vanlíðan. Ætli þolendur að ná bata sé lykilatriði að komast yfir skömmina. Hvað eiga þær við með því og hvernig er hægt að fara að því? Með því að rjúfa þögnina svara þær, með því að segja frá því sem gerðist, segja sannleikann, segja frá leyndamálinu sem viðkomandi einstaklingar hafi birt inni. Þolendur, margir hverjir upplifi mikla frelsistilfinningu við það eitt að segja frá. Þeim líði líkt og hlekkir hafi verið leystir og þeim hleypt út úr skuggahelli yfir í ljósið. Fjölskylduráðgjafinn Katrín Bró lítur á skömm bæði sem jákvæða og neikvæða tilfinningu. Hún sé á vissan hátt nauðsynleg, eðlileg og jákvæð áminning rétta hegðun, en neikvæðri skammartilfinningu líkir hún við gikk sem magni tilfinninguna að maður sé ófullkominn og einskisvirði. Sem slík sé hún vel þekkt hjá þeim sem hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi, nefnir hún einnig, og ef þeir leiti sér ekki hjálpar sé hætta á skaðlegum afleiðingum fyrir sjálfsmynd og lífsskoðun þolenda. Nú í svipaðan streng tekur guðfræðingurinn og meðferðaraðilinn Theo van der Wiele, sem hefur verið margsinnis hér á landi, veit ég. Titill einnar bókar hans er From Shame to Peace og ber það með sér að hann vill skammar tilfinninguna feiga og vill vísa henni burt úr lífi þolenda. Til að árétta vald og áhrif skammarinnar í lífi einstaklinga vísar hann til biblíulegs mannskilnings meðal annars og tekur söguna úr aldingarðinum Eden, sem ég nefndi hér áðan, sem dæmi hve djúpstæð tilfinningin er í lífi fólks. Adam og Eva sem brutu af sér gagnvart skaparanum þegar þau átu af tré hins forboðna ávaxtar og upplifðu í kjölfari djúpa skömm. Segir hann, tilfinningar niðurlægingar og höfnunar ólu af sér þau viðbrögð þeirra að vilja fela sig og hylja. Og Wiele er þeirra skoðunar að allt ofbeldi gegn börnum í hvaða mynd sem það birtist geti skaðað þau tilfinningarlega og hindrað eðlilegan þroska þeirra. Líkt og í henni fornu biblíusögu Adam og Evu, þá séu eðlileg viðbrögð barna við ofbeldi að skríða inn í skel. Skömmin og hinn sterku áhrif hennar leiði einstaklinga auk þess oft inn á háskalegar brautir þegar þau reyna að gleyma hinni sársaukafullu reynslu. Og oftar en ekki leiðist þessir einstaklingar út í neyslu eiturlyfja eða áfengis því að áhrif slíkra vímugjafa megni oft að ýta skömminni burt allavega tíma. Nú breski heimspekingurinn Bernard Williams tekur undir með Theo van der Wiele hér að framan að dæmigerð mannleg viðbrögð við skömm séu að hylja sig og fela. Williams segir það þó allt of yfirborðskennt að halda að skömmin felist einungis í því að verða uppvís að einhverju ósæmilegu. Ef skömm felst einverðungu í óttanum við afhjúpun, þá sé litið framhjá mikilvægu siðferðilegu atriði varðandi það hvernig siðferðileg viðmið og reglur innhverfast í vitund manneskjunnar. Og Bernard Williams skrifar, jafnvel þótt skömmin og hvatar hennar feli á vissan hátt í sér hugmyndina að horft sé á mann af röngum aðila í röngum aðstæðum, þá er mikilvægt að skilja að í mörgum tilvikum nægir að maður ímyndi sér það aðeins til þess að skömmin brjótist fram. Að mati Williams þróast hinn ímyndaði áhorfandi mjög snemma í vitund einstaklingsins og umbreytist smám saman í stærri og viðameiri tilfinningu. Hér eru við auðvitað inni á sviði samviskunnar. Þessu atriði innhverfingu menningarlegra boða og banna
vil ég halda sérstaklega til haga þegar kemur að því að fjalla kynlífið sem ég geri hér strax á eftir. Líkt og Williams bendir á innhverfir sérhver einstaklingur ákveðna siðferðilega og menningarlega mælistiku frá unga aldri varðandi hvaða breytni sé rétt eða röng, aðdánarverð, samþykkt, fordæmt eða fyrirlitin og svo framvegis og svo framvegis. Allt siðferði byggir á þeirri mælistiku og getur jafnframt útskýrt ótta, kvíða og sársauka hugsanleg fjandsamleg viðbrögð við rangri breytni, kvíðan framtíðar hneisu og álesun sem við höfum áður talað Ef þetta væri ekki raunin, væri ekki hægt að tala nein sameiginleg siðferðileg viðmið innan menningar heildar. Þá væri hver og einn einstaklingur algjörlega einstakur og viðbrögð einstaklinga ættu þá að vera jafnmörg og misjöfn eins og þeir eru margir. En sú þó alls ekki raunin, heldur sjáum við oft mjög svipuð tilfinningaleg viðbrögð manna og kvenna í svipuðum aðstæðum. Hér má því tala mannlegt eðli í einhverju merkingu, veikri eða sterkari, en ég ætla nú ekki að fara inn á þær brautir hér. Nú skulum við hins vegar skipta efni og snúa okkur að kynlífinu og spyrja hvaðan við fáum hugmyndir okkar það. Hvað gott kynlíf, hvað eðlilegt og hvað rangt kynlíf og óeðlilegt. Nú vestrænar hugmyndir hið rétta og ranga kynlíf eru undir ákaflega sterkum kristnum áhrifum. Kristnar kynlífshugmyndir má margt segja og fæst það mjög jákvætt metið á samtíma mælikvarða. Þar sérstaklega hægt að halda fram neikvæðri afstöðu Páls postula í Nýja testamentinu og svo Ágústínusar kirkjuföður á fyrstu öldum kristni gagnvart kynlífi. Þetta kannski ekki almennt þekkt á meðal fólks í dag en engu og síður hafa þessi viðmið og viðhorf mótað menninguna og einstaklingana vil ég halda fram. Í afstöðu bæði Páls postula og Ágústínusar kemur fram ákaflega skýr rammi milli hins rétta kynlífs og ranga. Best af öllu þó ekkert kynlíf. Skírlífishugsjónin eins og nafnið bendir til þó fyrst og fremst hugsjón. Það æskilegt ástand sem að fæstir geta tileinkað sér. Og í einu þekktasta bréfi Páls postula, þá skrifar hann: hinum ógiftu og ekkjunum segi ég að þeim best að halda áfram að vera eins og ég. En hafi þau ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband því að betra að ganga í hjónaband en að brenna af girnd. Taumhald lykilorð hér. Menn og konur skyldu leitast við að ástunda kynferðislegt taumhald og stjórnun. Það málið og lýsti siðuðu manni og þroskuðum. Nautnin tengist skefjaleysi, óhófi, græðgi og svalli. Og sú hugmynd kom sannarlega ekki fyrst fram á meðal kristinna manna, heldur var hún vel þekkt í hinum forngríska heimi þar sem að nautnasýki ein af höfuðsyndunum. Og nautnasýki fyrst og fremst líkamleg og tengd siðleysi, lauslæti, munúð, líkamlegum þægindum og óseðjandi löngun. Allt var þetta athæfi fyrirlitið og fordæmt í grískum jafnt sem kristnum hugmyndaheimi. Og kynlífsþráin var á fyrstu öldum kristni skilgreind sem hræðilegt böl. Og þekktir guðfræðingar efuðust stórlega að hjónaband ætti yfirleitt að vera leyfilegt fyrir hina kristnu vegna þeirrar hættu sem sálinni stafaði af því. Jafnvel hóflegt og löglegt kynlíf var álitið fela í sér háska fyrir hina veiklunduðu. Hættan var sú að þeir dræjust að holdinu og festust í hinum líkamlegu þrám í stað þeirra andlegu.
Til að gera langa sögu stutta þá hefur ákaflega neikvæð afstaða til kynlífs loðað við kristin samfélög á Vesturlöndum, allt frá upphafi og langt fram á okkar dag. Tengslin milli kynlífs og skammar eru þannig augljós þegar við hugleiðum hversu mörg okkar gegnum aldirnar hafa innhverft neikvæðar hugmyndir kynlíf og tileinkað okkur, allavega reynt að tileinka okkur taumhald í framhaldi af því, með þeim afleiðingum oft á tíðum að geta ekki notið kynlífs nema finnar til skammar og sektarkenndar.